herrar mínir og frýr, úlingar og rollingar, ömmur og afar fínir afar. Í dag býð ég upp á jólapakka-pökkunaráð S.D. Úfs, Stúfs, það er ég. Það sem að mér finnst erfiðast svona jólaundirbúninginum, það eru undirfötin mín, nei grín. Það sem mér finnst erfiðast að þurfa að pakka inn öllum þessum agalega mörgu jólagjöfum. Ég mjög góður í því en ég mjög lengi að því að því ég svo góður í því þá vanda ég mig svo mikið. Til þess að pakka inn jólagjöfum gott að nota svona jólapappír, svona með svo fínum myndum á og svo líka hægt að nota svona jólapappír sem að maður fær bara alveg ókeypis til dæmis bara á bensínstöð eða eitthvað. Það má nota hann líka, það mjög ódýrt. En ég núna til dæmis búin að vera að pakka mjög fallega inn vettlingum handa bræðrum mínum. Það held ég. Hvað þetta? Bakki til mín! Hvað ætli þetta sé? Eitthvað mjúkt. Ég verði eiginlega bara að opna það. Nei! Vettlingar! Mér vantaði einmitt nýja vettlinga. Það var ágætt. Ég geyma það hérna. Já, Gluggagægir bróðir minn, hann segir að við eigum einmitt að vera umhverfisvænir. Það svona vænir við umhverfið og ekki að nota alltaf pappír til þess að pakka inn jólagjöfunum. En ég veit bara ekkert alveg hvað annað ég á að nota. Einu sinni til dæmis, þá reyndi ég að nota nærbólunars bjúknakrækis. Það var ekki góð hugmynd. Bjúknakræki var ekki ánægður. Honum var svo kalt og hann fekk svo mikið kvef og þá snýtti hann sér í nærbólinn minn. Það var ógeðslegt. Ég var ennþá í honum. En jæja, best að halda áfram. Nú ætla ég að nota pappír í þetta sinn. Vettlingar og pappír. Skæri mjög mikilvæg. Þetta allt of seinlegt. Þetta tekur verulega á taugarnar. Ég þarf eitthvað svona kerfi. Ég veit. Einn. Tveir. Þrír. Það búið strax. Ægilega var ég snöggur. Nei, annar. Og trefillinn. Þetta virkar sko miklu betur. Gangi ykkur vel á pakka inn.
Halló? Hvernig fór ég að þessu?